Kæru vinir, það alltaf gaman að láta vita svona hvernig Guð drottinn hefur fengið að starfa í manni gegnum tíðina og það ákveðin uppörfun falin í því, ekki bara fyrir einstaklingin sem við á heldur, líka aðra sem eru á þessari vegferð og reynandi auðvitað margt sjálfur á eigin skinni og hafa því rétt eins og þessi maður sem hér talar sinn vitnisburð ótal margt persónulegt með drottni sínum Jesú sem enginn veit nema þeir tveir og hinir þar að segja eftir að búið að láta vita hvað gerðist. Og ég þeirra gæfu aðnjótandi að hafa kynnst drottni með persónulegum hætti árið 1989 eins og ég hef stundum áður sagt. Og þá hófst þessi ganga með honum og hefur maður reynt ýmislegt og eftir allan þennan tíma þá getur maður horft yfir farinn veg og skoðað svona hvernig gangan var. Og það verð ég að segja, svona ykkur að segja, að drottinn hefur ekki svo mikið látið mig vita hvað sé framundan. Gangan hefur eiginlega bara verið strangt til tekið, bara hönd í hönd. Maður hefur bara treyst honum, gengið með honum, trúað því að hann sé á gæfuleið og ég þá líka á gæfuleið að því við fylgjumst bara að. Og svo hefur maður gengið inn í aðstæður. Allt í einu finnum maður að maður komin inn í ákveðnar aðstæður. Og þá sér maður að maður núna færum í stakk búinn að takast á við eitt og annað og eða það eitthvað nýtt fætt fram sem maður vissi ekki af, bað ekki en komið. Eitt var það til að mynda sem ég bað ekki vissi ekki af og reiknaði ekki með það yrði. Það var það að maður skyldi á einhverjum tímapunkti fara að skrifa skáldsögur. Og þetta var í kringum 2000 sem þetta allt saman að byrja. Fram að þenni tíma leiddi ég ekki hugan að neinu slíku en hafði þetta verið búin að skrifa í allmörg ár þegar þetta Og þarna byrjaði sem sagt, ég settist niður og fann að ég gat þetta. Ég reyndi og lét reyna á það og ég sá að ég gat það. Og síðan hafa komið nokkra skáldsögur, þær eru allar á netinu, þú kannski séð eitthvað af þeim. Og það ein í gangi núna, ég held man ekki hvort hún með 7 eða 8, 7 held ég. Á þessum tíma hefur þetta fæðst. Og maður gekk inn í þetta umhverfi sem drottinn áður var búinn að boða eða skapa en lét mig bara ganga með sér svo gekk ég inn í þetta dæmi og uppgötaði að þarna væri eitthvað komið sem að ég mætti alveg skoða. Og svona hefur þetta verið, maður hefur ekki svo þannig sé verið að leiða hugana svo mörgu, heldur hefur maður bara leyft Guði að klára með sér daginn, maður hefur skilað honum af sér með stæl, eins og þeim stæl sem maður hefur, af því að bara við erum saman í þessu. Þetta gangan mín, svona hefur gangan mín verið. Ég veit ekki hvernig þín ganga hún kannski allt öðruvísi, en svona hefur mín verið. Og ég man til að mynda eftir því að ég var kannski svo fleiri, þannig að rati svo lítill í peningamálum. Og ég var alltaf með að baslast inn á milli við skuldir, að því maður setti sig í einhverja skuldir og svo gekk manni illa að borga þessar skuldir. Og það var eins með það að ég náttúrulega gekk áfram með Guði. Og mér leiddist þetta, mér hefur alltaf reyndar fundist að leiðilegt að skulda. Og get ekki staðið við og yfirleitt að get ekki staðið við í mínu dæmi var bara kæruleysi. Maður neitaði að það vildi ekki borga eitthvað reikning og svo kom hann allavega bara á mánuðin eftir og þá voru þeir orðnir 2 og þetta fór svona smátt að vaksa mann í augum þannig þangað til allt var komið svona í einhver leiðindi hjá manni. Og þarna sem sagt með drottni í hönd, kannski og með biðjandum það að losa sig við þetta og ég geng bara með honum og allt í einu ég komin inn í kringumstæður sem að ég vissi
að ég var fær að takast á við þessar skuldir. Og ekki bara það að maður tækist á við alla sína skuldir, heldur fann ég líka að hugafærið var allt breytt. Og ég settist yfir dæmi, það var nú smá staflið sem ég glímdi við þá, og ég sá að þetta tæki mig svona 3-4 ár. Og vitið það, og þetta er sannleikur, að ég sá blessaða vertu sagði við sjálfum, þetta er engin tími maður. 4 ár, þetta eru búið að maður veit af. Vitið hvernig ég komst að þessari niðurstöðu? Ég horfði tilbaka og sá hvernig árin hefðu þotið áfram. Og ég vissi það, að svona miðað við það sem maður hafði reynt, og þú hefur líka reynt þetta, þá yrði þetta ekkert svoleiðis mál. Og ég byrjaði að greiða niður skuldirnar og greiða það niður. Og eftir þennan tíma, þá voru þar allar að baki. Og allir sé ekki komið svona, vitið að ég er búin að gleyma því hvenær þetta var. En það hefur verið kannski svona fyrir, allir sé ekki komið 10 ár, sem að maður losaði sig við síðustu skuldina og hefur ekki eftir það sett sig inn í þennan skuldir. Og þetta er það sem að auðvitað var fyrir mig rosaleg gæfa. En ég í raun hafði ekki gerði ekki neitt til að svo yrði, nema í dag sé ég það að maður var bara með Guði. Hann hélt í mína hönd og við gengum saman. Svo allt í einu er ég komin inn í þetta andrúm þar sem ég finn, veit og er fullusum að núna sé tíminn til þess að takast á við þetta mál. Þannig að ég hafði aldrei í raun og veru neitt fyrir þessu, en Guð gaf mér að skilja hvenær réttur tími var til að gera þetta og hitt. Og það kann ég vel við og það finnst mér vera svona, mér þykir mjög vænt þetta. Og svona mikið hefur ganga mín með Guði verið að maður hefur bara gengið, ekki vita þannig sé neitt sem er að gerast, nema maður gengur bara með honum, maður með svona leyfir honum að tala til sín inn í andartakið, svo skynjar maður allt í einu andrúm þar sem að hægt að fara að glíma við eitt og annað. Og þetta andrúm kom fyrir þetta mörgum mánuð síðan og ég vissi að núna gæti ég glímt við þetta og núna myndi ég sigra því ég fann líka eins og ég sagði áðan að hugsunin var breytt. 5 ár, 4 ár fram í tíman, þetta var ekkert mál. Og það var heldur ekkert mál. Og 5 mánuð seinna, eða 4 mánuð seinna, var allt að baki og ég fór að leggja til hliðar af þessu litla sem ég hef og svo þróun enn. Þannig við sjáum, elskuðu vinir, að við getum alveg breyst. Og ég þurfti ekkert að hafa fyrir þessu. Nema ég gekk bara með Guði, hönd í hönd, tók skrefin með honum, heyrði í andartakinu það sem hann hafði og svo allt í einu sem ég var að segja var ég komin inn í eitthvað rými sem var opið og það var, og ég var viss eins og ég sagði áðan, að nú væri þetta komin tími á hlutina. Þetta segir okkur það kannski meira en nokkuð annað að við þurfum að leyfa Guði svolítið að tala til okkar. Og það ekki að ástæðulausu, hann talar það að ég skuli vera í sér, þá verði hann í mér. Þetta er allt með tilgangi. Við hönd í hönd saman á sömu leið og hann með þetta allt saman fyrir framan sig, en þarf að leyfa mér kannski að vinna, átta mig á því hvað í gangi og svo allt í einu skynjar maður, án þess að vera neitt að biðja það, að það kom runnin upp tími lausnarinnar. Og það sem áður óx mann í augum og maður fær að hugsa kannski 4-5 ár fram í tíman, það var bara alveg skelfilegt. En þarna var þetta ekkert mál. Það var bara hreinlega ekkert til þess að hafa neinar áhyggjur af. Og ég segi við ykkur sem eruð á þessum stað, horfiði til tímans að baki, fariði 3-4 ár aftur í tíman og til andartaksins núna og þið sjáuð að þetta eins og hafi gerst í gær. Þannig líka þegar þið farið að hugsa fram á við, til að mynda að greiða upp skuldirnar ykkar, að 4 ár, þetta er engin tími. Þetta er bara svona. Þetta er það sem ég upplifði, að því að Guð sýndi mér þetta. Hann leiði mér að takast á við þetta. Og hann kannski að sýna þér sama núna,
Því hann vill að við búum okkur gott líf. Hann vill búa mér og þér gott líf. En hann verður að fá að gera það. Hann verður að fá að gera það eins og hann vill. Hann segir okkur að við erfiðum til einskis ef að Drottinn er ekki með í verki. Hans tími þarf að vera minn tími. Ég hef upplifað þetta aftur og aftur að hans tími var í raun líka minn tími. Ég talaði áðan þegar ég allt í einu stóð frammi fyrir því að ég gat farið að skrifa skáldsögu. Og svo tók ég líka dæmi af því þegar ég allt í einu sá að ég gat unnið á myndunum mínum, fyrirgefðu skuldunum mínum, og það var náttúrulega stóri sigur minn því að þetta voru slík leiðindi fyrir mig að þurfa að hanga í þessum skuldum. Mér langaði ekki í það, mér leiddist það, þetta plagaði mig og ég samt hélt ég áfram með Drottni og hann gerði þetta allt saman. Leiddi mig skref fyrir skref og þangað til ég var komin inn í þetta rými sem við höfum verið að tala um hér, þar sem ég sá, vissi, fullvissum að núna myndi eitthvað gerast. Og þetta var í sjálfu sér átakalaust fyrir mig af því að mest af því sem við erum að gera er spurning um afstöðu. Meira en nokkuð held annað. Skuldirnar voru jafn leiðilegar og það hefði alltaf verið. En afstaða mín, hugarfarið var breytt og ég vissi að ég myndi fara létt með að gera þetta og það reyndist nú þannig, kæru vinir, að þetta var létt verk og ekkert nema létt verk. Ég vildi svona deila þessu með ykkur að því að þetta er svona minn vitnisburður og auðvitað sannur, ég þarf ekki að tala um þannig treka, vegna þess að við erum öll að glíma eitthvað. Gefum bara Drottni tímann sem að þarf og hann leysir þetta á sínum tíma. Við erum alltaf að tala um það, við skulum líka bara framvegis upplifa þetta með þeim mætti í Jesú nafni. Kveð og gerir kannski eitthvað meira af þessu.